Já, góðan daginn og velkomin á þessa kynningu og uppgjör í Hampiðuna fyrir annars ársfjórðung 2025. Ég heiti Hjörtur Erlendsson og er forstjóri Hampiðunar og hjá mig situr Emil Viðar Eyþórsson sem er fjármálastjóri Hampiðunar. Við ætlum saman að fara í gegnum þessa kynningu. Fyrst ætla ég aðeins að nefna helstu atriði í starfseminni á þessu tímabili, öðrum ársfjórðungi 2025. Salan á öðrum ársfjórðungi þessa árs, samanborið sama ársfjórðung síðasta árs, var 14,7% hærri og EBITDA ársfjórðungsins var 13,5% miðað 13,6% á sama tímabili í fyrra. En sé EBITDA ársfjórðungsins leiðrétt einskiptiskostnað vegna kaupa á Kohinor í tengslu áreiðanleikakannanir og samningsgerð sem samtals nam 510.000 evrum, þá er EBITDA hlutfall ársfjórðungsins 14,0% samanborið 13,6% á sama tímabili í fyrra. Félagið á eignir í dollurum, einkum lán innan félaga samstæðnar en einnig kröfur á viðskiptavini. Á fyrstu 6 mánuðum ársins þá er evran styrkst 13,6% á móti dollar og þetta er leitt til þess að gengistap hefur myndast innan samstæðunar. Félagið hefur náð að verja sig að hluta gegn þessum breytingum og eru þær varnir virkar á öðrum fjórðungi ársins. Gengistap á öðrum ársfjórðungi nam tæpri 1 milljón evra en á sama tíma í fyrra var hagnaður að fjárhæð 0,3 milljónir evra. Hagnaður áframhaldandi starfsemi eftir skatta nam 4 milljónum evra á ársfjórðungnum en var tæplega 5,1 milljón evra á sama tíma í fyrra. Sé leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði vegna kaupana á Kohinor, þá væri hagnaður ársfjórðungsins í kringum 4,4 milljónir evra. Eins og við fórum yfir á síðustu kynningu, þá verið að loka stórum hluta af starfseminni í Danmörku og í Pólandi og við förum því með starfsemi þessara félaga sem aflaða starfsemi í samræmi við reikningsskilareglur, en það felur í sér að allur rekstur félagana er sýndur í sérlínu í rekstrarreikningi félagsins undir liðnum aflögð starfsemi eftir skatta. Leiðrétta þarf einnig samanburðartölur fyrir síðasta ár. Ýmis kostnaður fellur til vegna lokunar á starfseminni, svo sem uppgreiðsla á leigusamningum, greiða þarf uppsagnartíma starfsmanna, niðurfærsla birgða og annarra eigna. Beinn kostnaður af því að leggja niður starfsemina í Danmörku nemur 1,4 milljónum evra og er að ræða einskiptiskostnað vegna lokunarinnar þar. Heildargjaldfærsla á öðrum ársfjórðungi vegna aflagðar starfsemi nemur 1,7 milljónum evra en í fyrra var hagnaður af starfseminni að fjárhæð 0,3 milljónir evra. Það er rétt að hafa í huga að við erum að flytja að sala sem hefur farið í gegnum Mørnót í Danmörku, hún er að flytjast til og hún verður sem sagt áfram til staðar en er núna í gegnum Mørnót Aquaculture í Noregi. Og framleiðslan í Póldan að hún er að flytjast að hluta til Hampiðan Baltic í Litáen og stærri hlutin að flytjast til Kohinor á Indlandi þar sem að allar aðstæður eru miklu hagstæðari. En kíkjum á hagnað tímabilsins, hann nemur 2,3 milljónum evra, samanborið 5,4 milljónir ári áður. Sé leiðrétt fyrir einskiptiskostnað vegna kaupa á Kohinor, þá er hagnaði tímabilsins 2,7 milljónir evra, samanborið 5,4 milljónir evra. Ef við skoðum síðan halva árið, að þá er salan á fyrsta árshelmingi ársins, samanborið við sama árshelming síðasta árs, þá var það salan 16,8% hærri. EBITDA fyrsta árshelmings var 13,1% með 12,4% á sama tímabili í fyrra. Og ef við leiðréttum EBITuna vegna einskiptiskostnað vegna kaupana á Kohinor, þá er EBITDA hlutfallið 13,4% samanborið 12,4% á sama tímabili í fyrra.
Nú eins og kom fram áðan þá á félagi eignir í dollarum. Það einhver lán innan félaga samstæðunar en eignir kröfur á viðskiptavinni. Á fyrstu 6 mánuði ársins þá evran styrst 13,6% á móti dollar og þetta leitt til þess að gengistap hefur myndast innan samstæðunar. Félagið hefur náð sig að verja sig að hluta gegn þessum breytingum eins og áður var sagt og eru þær varnir virkar á öðrum fjórðungi ársins. Gengistap árinu nemur 2 milljónum evra en var á sama tíma í fyrra hagnaðar að fjárhæð 1,2 milljón evra. Hagnaðar áframhaldandi starfsemi eftir skatta nam 7 milljónum evra á fyrsta árshelmingi ársins en var tæplega 7,7 milljónir evra á sama tíma í fyrra. Sér leiðréttir einskiptiskostnað vegna Koinor nemur hagnaðar árshelmingsins af áframhaldandi starfsemi í kringum 7,4 milljónum evra. Heildargjaldfærsla á fyrri árshelmingi ársins vegna aflagðra starfsemi nemur 1,8 milljónum evra en í fyrra var hagnaðar af sömu starfsemi að fjárhæð 0,4 milljónir evra. Og þarna minn ég aftur á að salan raunverulega bara flytjast til, þótt að þurfum að tilgreina sem aflaga starfsemi í Danmörku, þá salan ennþá til staðar gegnum Noreg. Nú hagnaðar tímabilsins nemur 5,2 milljónir evra, samanborið 8,2 milljónir evra áður. Og síðan leiðréttir einskiptiskostnað vegna kaupa á Koinor, þá hagnaðar tímabilsins 5,6 milljónir evra. Nú við kíkjum aðeins á stöðun á mörkuðum, skoðum fyrst veðurfaramarkaðina, að þá hefur orðið samdráttur á fyrri hluta ársins í sölu á veðurfarum í Bandaríkjunum og Noregi og vegna áhrifa frá stríðinu í Úkraínu, en sá samdráttur hefur verið að mestu veginn upp að söluaukningu á öðrum mörkuðum. Í Noregi þá gætir töluverð áhrifa frá minnkun þorskkvótans í Barentshafi, en þar minnka kvótinn 25% á milli ára, en á móti að koma aukning í öðrum veiðum og sérstaklega krabbaveiðum. Á Írlandi þá áhrif Brexit enn að koma fram, aðallega í uppsjávarveiðum en einnig í botnfiskveiðum, en á móti því kemur aukning í sölu á Skotlandi því kvóti færðist frá Evrópusambandinu til Bretlands. Á Grænlandi hefur léleg rekstrarafkoma einstaka stærri útgerða haft áhrif á veðurfarinnkaup, en það hins vegar að færast til betri vegar. Og ef við skoðum fiskeldismarkaðina, að þá hefur sala til fiskeldis verið virkilega góð á öðrum ársfjórðungi miðað sama tímabil í fyrra. Verkefnastaðan ágæt í fiskeldiskvíðum úr hnútalausu næloni og við erum með verkefnalista sem nær fram yfir áramótin. Við erum með styttri verkefnalista í pólietilenkvíum, hann 2 mánuðir og við erum áfram að vinna að stórum fiskeldisverkefnum í Miðausturlöndum og þau verkefni eru í fullum gangi núna og teygja sig fram á mitt næsta ár. Mikið af fiskeldiskvíðum úr heiðsDPI eða sem við köllum bara hér í Íslandi pólietilen. Það það stíft að það vinnað allt í höndum, það ekki hægt að nota saumavélar og þetta hefur verið að framleiða hjá Koinor á Indlandi á undanfarnum mánuðum. Og vegna þess að framleiðslukostnaður á Indlandi mjög hagstæður, að þá hefur það gert okkur kleift að ná góðum sölum á pólietilenkvíum hér á Íslandi og Skotlandi og Færeyjum. Haustið, það nú yfirleitt rólegt í pöntunum á fiskeldiskvíum því að kvíarnar eru yfirleitt settar út á vormánuðum. Og það nú gjarnan að sjáum það að pantanir fara svona að hrúast inn þegar það kemur fram í nóvember. Þá fara fiskeldisfyrirtækin að skoða stöðuna og hvað þau eiga og hvað þau vantar og þá fara pantanir að fara inn. En allan eins og staðan í dag að þá erum við með nægverkefni til að halda áfram vinslu. Nú á sýninguna Akonor í Trondheim í Noregi sem að hún var í síðustu viku og lauk á fimmtudaginn. Það stærsta fiskeldissýning í heimi. En þar kynntum við vöruþróun Murnod Aquaculture
og þá eru aðalega 3 verkefni sem við vorum að kynna. Það Marvol sem hálflokuð fiskeldiskví með sjódælum til að dæla sjó af 25 til 30 metra dýpi upp í kvína. Við kynntum líka Mar Deep sem niðursökkvanleg kví og hún þá höfð 20 til 25 metra undir yfirborðinu og síðan alveg nýtt konsept í að fanga úrgang og fóðurkort frá laxinum. Það heitir Biosize og hann safnar sem sagt úrganginum og óétnu fóðurkorni og við náum að flytja það óskemmt til þarna upp á yfirborðið og þar hægt að flokka þetta í sundur og gera úr þessu virkileg verðmæti. Það verið að safna úrganginu saman í dag en það sem gerist í dag að búnaðurinn sem dælir þessu upp, að hann blandar öllu saman og eyðileggur þannig að þetta verður bara sem sagt bara brúnt vatn sem kemur upp en ekki korn sem hægt að vinna áfram með. Nú, ég ætla að sýna ykkur nokkur kynningarmyndbönd þannig að skiljið vel hvað við erum að tala um. Byrja á að sýna myndband Marvol sem hálflokuð kví og síðan það sem ég nefndi áðan það kemur síðan í kjölfarið. As the aquaculture industry faces increasing demands for efficiency and fish welfare, we have developed a complete system built to secure optimal health and maximum growth. The skirts are attached to the sinker tube, creating a flexible and effective barrier against external threats. Hydro 2 units are engineered to continuously pump clean water from 2 to 3 meters below the skirt, generating a consistent circular flow. Each unit delivers up to 80 cubic meters per minute, ensuring superior water quality and optimal circulation. Smaller pens may require only 3 units, while larger 200-meter pens typically use 4. Every Hydro 2 unit operates entirely independently, adding an extra layer of safety. Hydro 2 units can also be positioned on the outside of the pen, offering even greater flexibility and optimized water flow. A network of sensors continuously monitors oxygen levels in real time, dynamically adjusting to maintain precise and stable conditions for fish health and growth. Marwal combines a skirt, deep water pumps, and a sensor network for oxygenation, all seamlessly integrated into one efficient system. Marwal is a flexible system that can be retrofitted to both small and large pens. It creates optimal conditions for fish welfare and growth by providing a controlled environment that supports health, reduces lice treatments, improves welfare, and increases profitability. We offer flexible solutions tailored to your needs, whether you're upgrading an existing facility or looking for a complete system, always with fish welfare in focus. Þetta verkefni sem sagt með Marvol kemur til vegna þess að við keyptum fyrirtækið Fish Protection í Noregi og þar innan hús mikil þekking á lúsapilsum og þetta eiginlega svona meiri ítalegri útfærsla á lúsapilsi sem að nær dýpra niður en með þannig efni að sjórinn getur að hluta til farið í gegnum vegginn. En efnið sem sagt mjög þéttriðið þannig að eins og lúsalifrur það sleppa ekki í gegn. En vegna þess að vatnsskiptin eru minni þá þarf að dæla semst upp vatni og með þeirri þekkingu sem að við höfum núna innan samstæðna þá höfum möguleika semst á að þróa þessa lausn. Vakti góða athygli í Noregi síðustu viku.
Nú ætla ég að sýna ykkur kynningamyndband niðursökkvanlega kví sem heitir Mar Deep og við erum með tvær sem heita fjord, þær eru notaðar inn í fjörðum og síðan exposed en þá ertu komin þá erum komin út fyrir strandlingjuna þar sem svona meira óstöðugt veður, straumar og öldur. Oceans cover over 70% of our planet, with thousands of fjords and coastal systems, each with unique challenges. With extensive experience delivering submersible solutions to offshore farms, we are now bringing that expertise closer to shore. Submersible nets shelter the fish by creating a safer, more stable environment with steady temperatures, oxygen levels, and consistent water quality year-round. They also minimize lice exposure and reduce the need for handling throughout the farming cycle, leading to less stress that promotes fish welfare and growth. The Air Dome provides a calm environment with all hardware placed externally to prevent injury. Feed is evenly distributed through 8 adjustable outlets tailored to the farmer's needs. The Air Dome can also be equipped with lights and cameras, enabling full monitoring of fish behavior and overall welfare. The net is designed with diver safety in mind. Dual hatches provide quick, easy access and reduce time underwater. Depth control and net handling are smooth and efficient, all powered by the winch system. Our winch solution is built for reliability with a drum capacity of up to 55 meters using 16-millimeter rope. Sonar technology from Wave can generate a live digital twin of the submersible net from Mernot Aquaculture, a complete solution for healthier fish and smarter farming. Svona niðursökkvanlega kvíar, þær þurfa töluvert dýpi. Þannig að hér á Íslandi, Færeyjum og Skotlandi þá yfirleitt ekki nægilegt dýpi fyrir svona kvíar. En hins vegar í Noregi þar sem eru stundum inni í mjög djúpum fjörðum, að þar fullur möguleiki á að nýta þessa kvíar. Og þetta er lausn sem kemur til með að vera vaxandi í fiskeldi núna á næstu árum. Þriðja verkefni sem við kynntum, það er Biosize, það er að safna úrgangi og korni og þarna erum við með tvö verkefni undir, annað heitir Fish It sem dælubúnaðurinn og Cone Collect sem keilulaga net sem undir kvínni, mjög þéttriði til þess að safna saman úrgangnum og beina honum niður í trekt þar sem við föngum síðan kornið og úrganginn og dælum upp á yfirborðið. Þetta byrja að sýna ykkur viðtal við Ingrid Haudal þar sem hún að segja frá þessu verkefni og síðan sjáum við eftir kynningamynd hvernig þetta gert. Slam har et produksjonspotential på mer enn 2,5 millioner tonn bare i Norge innen 2030. Dette her ser vi på som et stort potensial og en stor ressurs. Vi i Mernot Aquaculture har jo holdt på med oppsamling av bioavfall en stund. Og på den tiden vi har holdt på, så har vi fått god erfaring for oppsamling av bioavfall i åpne merder. I prosessen med å komme med en ny og forbedret løsning, så har vi fått oss en ny partner. Rotor Systems har med seg lang erfaring fra slamhåndtering i olje- og boreindustri. Det arbeidet fram en løsning som ikke bare tar opp mer bioavfall, men som også behandler det utrolig skånsomt. Oppsamling og håndtering av bioavfallet starter jo allerede i fiskemerder. Det vi har gjort å lage en todelt not med 2 bønner. Den øverste nota, det jo den nota som holder fisken, mens den nederste nota, den samler opp bioavfallet og leder det videre ned i bioavfallshåndteringssystemet. Når bioavfallet kommer til bunnen av kollektnota, så lander det oppi en biofangstbåt.
I denne biofangstbåten så vil det bli fjernet skånsomt og sakte med hjelp av pumpeteknologi. Pumpeteknologien som blir brukt, den er veldig, veldig skånsom. Så når både fesis og av og til litt spillfôr blir pumpet opp, så går det i intervaller. Og når intervaller da pumper opp, så får du et høyere konsentrat av bioavfall, sånn at du ikke får opp så store mengder med vann. Denne her metoden for å få opp bioavfallet gjør at det kommer opp som hel fesis og hel fôr, hvis du skulle få med det. Og når det da kommer opp til prosessanlegget ditt, så får ikke du denne suppa av slam, så du kommer liksom til det trinnet før det har blitt til slam. Imellom pumping, siden du pumper i intervall, så er det også en spylpumpe, sånn at den får rengjøre rørene sine for å hindre at det skal gå tett og stoppe helt. Systemet er modulbasert, og det er enkelt å kjøpe til ekstra utstyr for å utvide lokaliteten din. Med dette systemet her, så gjør vi ditt bioavfall om til ressurser. Þetta er verkefni sem að vakti langmesta athygli á sýningunni. Það fiskeldismenn flykktust til þess að sjá þetta og ræða málin, því að þetta hefur verið vandamál í að safna saman úrganginu. Hann náttúrulega, ef hann ekki fangaður, þá leggst hann á botninn, þá þarf að hvíla sem sagt staðsetningun og flytja kvíarnar til. En í þessu eru fólgin ansi mikil verðmæti. Bæði úrgangurinn frá fiskinum og fóðrið. Og það sem sagt, þetta notað þetta þurrkað, steriliserað og notað til dæmis í átburð. Nú ég ætla að sýna ykkur síðan myndina sem myndbandið þetta í heild sinni. Farmed salmon can produce about 500 million kilos of biowaste each year. This mix of feces and feed represents an underutilized resource with huge downstream potential in areas such as energy and nutrients. Collecting biowaste from fish farming operations also reduces the impact on the local environment surrounding the farm, as it prevents sludge accumulation beneath the site. We've developed Fish It Cone Collect, a system that combines net and pump technology to collect biowaste stemming from fish farming operations, and to gently transport it to the feed barge for further utilization. A net in fine mesh is mounted beneath the farming net and can be adjusted to local depth conditions and captures waste while blocking foreign objects. As biowaste settles, it collects in a biocollecting pot where it's gently and evenly removed through suction. Biowaste travels through slim hoses with minimal water use. Integrated valves and flushing hoses enable quick and easy cleaning. A cage-mounted pump allows full hydraulic power at low speed, preserving the material without breaking it into sludge, resulting in a much higher quality of biowaste. The net is designed with health and safety in mind, reducing the need for divers and enabling servicing without entering the pen. When needed, the biocollecting pot can be elevated to empty its contents and can be retrieved through the service hatch to the surface. Our solution improves biowaste handling with gentle particle extraction, minimal water use, up to 90% lower energy consumption, and 80% dry matter recovery, as well as reduced production costs. It can operate fully automated with remote monitoring and enables potential further use of biowaste. Fish It Cone Collect, from waste to resources. Já, það verður virkilega spennandi að sjá hvernig þetta þróast á næstu árum. Við erum að leggja töluvert í að þróa þetta áfram, heildarkerfið. En eins og ég sagði áðan, þá er búin að vera alveg gríðarlegur áhugi hjá fiskeldisfyrirtækjunum á þessu nýja möguleika. Nú ef við förum úr þessu og aðeins varðandi fyrirtækjakaup, að þá í sumar þá gengum við frá kaupum á kaðlarflétti fyrirtækjunu International Rope Braid í Ástralíu og það kemur inn í rekstur samstæðunar frá byrjun ágúst
velta fyrirtækisins á síðasta ári var 1,8 milljónir evra. Nú útsjávarmarkaður sem að heitir á ensku offshore, að þá slitbekkurinn sem að við höfum sagt frá, hann 104 metra langur og getur tekið búið til átak allt upp í 2000 tonn og sem notað til þess að álagsprófa stroffur áður en teknar í notkun. Við settum þetta upp í vor hjá Hampiðan Baltic í Litáen. Þetta hefur vakið mikla athygli hjá viðskiptamönnum í útsjávaraiðnaðinum og við erum búin að semja nokkur stór lyftistrófuverkefni til afhendinga núna fyrir áramótin. Og ég ætla að sýna ykkur eitt myndband í viðbót sem aðeins segir og sýnir meira frá slitbekknum í Litáen. Þá vitið allt slitbekkin og hvað við getum gert. Nú, síðan við höfum farið reglulega yfir hagræðingarmál og ég ætla að fara hér svona yfir stöðuna, hvað við erum að gera og hvað hefur áunnist. En fléttuvélar og framleiðsla ofurtóg í verksmiðju Mørnótt í Hildre í Noregi. Við höfum fluttað til ofurtógadeildar Hampiðan Baltic í vor. Og uppsetningun núna að fullu lokið og hagræðingin hún felst í lægri vinnulaunum og að nýta betur vélarkostin sem hefur verið í Noregi en þær vélar hafa ekki verið nýttar að fullu í Hildre. Nú við komum til með að loka starfsstöðinni í Hildre áramótin en þar hafa starfað 13 starfsmenn en 3 af þeim færast á aðrar starfsstöðar Mørnótt í Sjövík og Sjövík þarna 10 manna keyrslu frá Hildre. Nú, við höfum tekið fyrstu skrefin í að flytja vélar og framleiðslu frá Litáen til Kohinoor á Indlandi. Við höfum flutt 2 fyrstu kalavélarnar fyrir snúnakala sem hafa verið þar. Við höfum sendt þær af stað til Indlands og síðan höfum líka sendt af stað fyrsta skammt af saumavélum og þær saumavélar aðalega komið frá Poldan í Póllandi. Nú, við erum að nota óhemju mikið af snúnum köðlum í samstæðinni. Þetta þessi snúnu kaðlar, við framleiddum þessa snúnu kaðla svona fram til ársins 2003. Þá var verðsamkeppnin við Kína og Indland orðin þannig að við gátum ekki lengur framleitt þetta og hættum framleiðslu. Þannig að við höfum verið að kaupa mikið af snúnum köðlum. Við erum að nota 1800 tonn á ári af köðlum. Áður en við keyptum Kohinoor þá vorum við að kaupa 500 tonn af þeim. En hinn 1300 tonnin höfum verið að kaupa bara frá 7 eða 8 byrgjum víða heiminn. En núna erum við búin að stýra öllum þessum innkaupum til Kohinoor. Þannig að Kohinoor að fá núna til viðbótar 1300 tonna framleiðslu. Og svona til að setja í samhengi þá heildarframleiðsla Kohinoor í köðlum og netum 14.200 tonn og þetta bætist þar við.
Þannig að það eru öll félög, það er bara eitt félag sem á eftir að flytja innkaupin, það er vegna þess að það eru samningar sem að gilda fram á haustið sem það er að standa við, en síðan verður það flytt til Koh-i-Noor. Nú Mørenholt Denmark í Danmörku. Við höfum lokað því fyrirtæki og flutt öll verkefni til Mørenholt Aquaculture í Noregi. En eftir í Danmörku eru 2 sölustjórar sem að sinna sölu á alþjóðamörkuðum. Í Pólandi verður framleiðslu fyrirtækinu Poldan lokað en þar hafa starfað 48 manns. Í Poldan hefur unnið að framleiðslu fiskeldiskvía og sportneta ásamt áfællingu á neta á flot og blító fyrir danskar útgerðir sem að gera út minni báta á netaveiðar. Við höfum gengið frá starfslokasamningum við 45 starfsmenn og síðasti starfsdagur fyrirtækisins er á morgun, 29. ágúst. Nú hluti af framleiðsluvélum Poldan, það eru vélarnar sem er notum til að fella netin á kalana, flutt það til Hampen Baltic í Litáen, en afgangurinn hefur farið til Koh-i-Noor á Indlandi. Við höfum stofnað nýtt félag í Pólandi sem heitir Hampen Poldan, en það er félag sem að mun sjá sölu á ofurtógum sem eru framleidd í Hampen Baltic til á markaðina í Pólandi og Þýskalandi og síðan var Poldan áður að framleiða og selja töluvert af sportsnetum. Nú eru þau öll framleidd í Koh-i-Noor og þetta litla félag kemur til með að markaðssetja það áfram í Pólandi og Þýskalandi. Og þarna verða sem sagt 3 starfsmenn og við sjáum þarna tölurnar að ofan 48 en við höfum gert starfslokasamninga við 45. Nú samtals þá fækkar starfsskildum í Evrópu 60 starfsmenn í þessum hagræðingaraðgerðum. Nú fer úr hagræðingunni yfir í uppbyggingu innan samstæðunar að á síðasta fundi þá sagði ég frá værum að byggja og stækka skrifstofaðstöðu Mørenholt Fishery í Álasundi og nú er því lokið og allir starfsmenn félagsins eru sameinaðir á einu stað en þetta er bara eina staðsetning Mørenholt Fishery því að við erum með netavesta í Östervoll, Søvig, Sérvói og í Tromsø. Og þarna sjáum við myndina af nýju skrifstofaðstöðinni. Og þetta kemur til með að hagræða töluvert, þarna er hægt að fækka störfum þegar allir eru núna komnir á sama stað, auðveldar að deila verkefnum milli starfsmanna. Nú á Indlandi þá vinnum við hörðum höndum að hönnun 28.000 fermetra netavestæðis. Það er fyrir fiskeldiskvíar og teikningar og útboðsgögn ætti að vera tilbúin á næstu vikum og við búumst við að byggingin verði tilbúin til notkunar á fyrri hluta næsta árs. En fram að þeim tíma þá framleiðum fiskeldiskvíar í Jalna en þar erum við með 2 samlingjandi netavestæði sem er samtals 12.600 fermetra að stærð. Og þegar að nýja netavesta er fullbyggt, þá getum við flutt meira fiskeldiskvíaframleiðslunni til Indlands með tilheyrandi hagræðingu vegna afkastagetu og hagkvæmari vinnulauna. Og síðan á eynni Skye við vestanvert Skotland, þá erum við enn að vinna að uppbyggingu þjónustustöðvar fyrir fiskeldi. Verktakinn sem var fengið til verksins hefur ekki staðið verkáætlun og við erum búin að finna nýja verktaka og semja við hann og hann ætlar að klára fyrir áramót. Og þarna komum við til með að þjónusta stór fyrirtæki í fiskeldi eins og til dæmis Mowi og reyndar er það þannig að Mowi lét okkur hafa hluta af sínu landi þar sem við erum með stóra fóðurstöð og svo við getum byggt þjónustustöð til þess að sinna þeim og öðrum.
Ef við förum úr þessu og skoðum hérna helstu lykiltölur og við byrjum á að skoða fyrst þarna annan ársfjórðung 2025 að þá sjáum við að rekstrartekjurnar á þessum fjórðungi voru 95,9 milljónir evra en voru á sama tíma í fyrra 83,6 milljónir. EBITDAn var 12,9 milljónir en í fyrra 11,4. En síðan ef við tökum inn kostnaðinn við kaupin á Kohenor og leiðréttum fyrir þeim einskiptis kostnaði, að þá aðlögu EBITDA 13.454.000 og síðan hagnaður af áframhaldandi starfsemi á fjórðungnum 4.027.000 en í fyrra voru með 5.095.000. Við förum nákvæmar yfir þetta, förum yfir rekstrarreikningin fyrir ársfjórðunginn og líka í kjölfarið yfir rekstrarreikning fyrir hálfa árið. Nú þarna aflaga starfsemin sem að kemur inn á þennan fjórðung sem 1.688.000 sem ég nefndi áðan en í fyrra þá var hagnaður af þessari starfsemi 320.000 evrur. Og við erum náttúrulega að flytja til þessa starfsemi til þess að ná fram hagræðing og auka hagnað og í Danmörku þá fækkaði sem sagt 10 störf þegar við flytjum þetta frá Danmörku til Noregs. Nú hagnaður fjórðungsins 2.339.000 evrur var í fyrra 5.415.000 og síðan ef við förum í rekstrarreikningin sjálfan þá sjáum við aftur söluna þarna upp á 95,9 á móti 83,6 í fyrra. Þarna salan að aukast 12,3 milljónir evra eða 14,7%. Og hérna sjáum við þróun veltunar eftir ársfjórðungum og súlurnar sem í dekkri bláa litinum tákna sem sagt sína sambærilega ársfjórðunga. Og þið sjáu ef þið lítið á síðustu ársfjórðunga þá salan að aukast jafnt og þétt hjá okkur. Nú rekstrargjöldin án afskrifta hækka líka, það eru 83 milljónir, voru 72,3, hækka 10,7 og EBITDAn sem að var 11,4%, 11,4 milljónir, núna 12,9, hækka hérna 1,6% á þessum fjórðungi, 1,6 milljónir evra á þessum fjórðungi eða 13,7% og EBIT hlutfallið sem var í fyrra 13,6 núna 13,5 en þarna ennþá inni sem sagt einskiptiskostnaðurinn vegna Mörunót, vegna Kohenor sem kíkjum á það á eftir og hérna sjáum við EBITuna eftir ársfjórðungum 12,9 núna, 11,7 í fyrra og síðan var mjög gott ár þarna 23, 13,3 milljónir. En ef við skoðum líka áhrif þess að við tökum út vegna kaupan á Kohenor upp á 510.000 evrur að þá verður aðlagaða EBITDAn 13,5 milljónir og móti 11,4 í fyrra. Þetta þá hækkun 2,1 milljón evra eða 18,1% og EBIT hlutfallið að fara úr 13,6% í fyrra í 14% núna. Og þarna sjáum við aftur sama súluritt og þarna kom inn grænn kollur á síðustu súluna sem að táknar þennan einskiptiskostnað vegna Kohenor. Nú afskriftir hækka úr 3,2 í 3,9. Við náttúrulega taka þarna inn Kohenor sem náttúrulega með töluvert af tækjum og byggingum. Þarna hækka afskriftirnar
0,7 milljónir evra. Rekstrarhagnaðurinn eftir þetta er 9,1 milljón, var 8,2 í fyrra, er að hækka þarna 900.000 evrur eða 10,5%. Síðan koma þarna fjármunatekjur og fjármagnsgjöld sem er að hækka úr 2,3 í 3,3 eða 1 milljón evra og þarna er skýringin meðal annars sú að þegar að við böðum út nýtt hlutafé, að þá notum við helmingi til þess að greiða niður skuldir vörunóti í Noregi. Hinn hlutin var settur á reikningi í íslenskum krónum á góðum vöxtum og á þeim tíma var ætlunin að byggja frekar upp í Litáen og fjárfesta þar í byggingum og tækjum til þess að sinna þörfum vörunót. En þegar að leið fram á veturinn þá kynntust við Koinor og við eigðum möguleika á að kaupa félagið og það ásamt því að laun hafa verið að hækka dálítið mikið, dálítið hratt í Litáen, hækkuðu þar bara síðustu áramótum 12,3% og árin áður hafa verið að hækka á bilinu 10 til 15%, þannig að þetta var svona áhyggjuefni og byggingakostnaður líka að hækka í takt við það. Þannig að þegar við sáum þennan möguleika á að byggja frekar upp á Indlandi, að þá kom smá bið. Við vorum að semja kaupin á Koinor og á meðan stóðu þessi fjármunir inn á reikningnum í Arion og gáfu góða vexti og náttúrulega hjálpa okkur við að halda niðri fjármagnskostnaði. En núna göngum við frá kaupunum á Koinor og tökum þessa peninga út og greiðum og þá birtist raunverulega afraksturinn af því í EBIT-inu sem að Koinor er að skila okkur í framtíðinni. Nú þarna er síðan á þessum ársfjórðungi að þá kemur þarna gengismunur til frádráttar. Gengistapið á þessum fjórðungi er 1 milljón evra en í fyrra var það 300.000 evrur í plús, þannig að sveiflan á þessum ársfjórðungi er 1,3 milljónir evra. Þannig að hagnaðurinn fyrir skatta 4,8 milljónir var í fyrra 6,3 sem er lækkun 1,5 milljónir evra eða 24,1%. Nú síðan kemur hérna tekjuskattur. 700.000 í ár var 1200 í fyrra. Ég er að lækka þarna 400.000. Þannig að hagnaður að áframhaldandi starfsemi er 4 milljónir evra á móti 5,1 í fyrra eða niður 1,1 milljón eða 21%. Við sjáum að þarna er stjörnumerki við árið 2024 og þarna niðri er skýring að þegar við tökum út reksturinn, leggjum þannig séð af þennan rekstur, þá verðum við að breyta samanburðartölum til þess að þeir sem að skoða reikningarna sjá virkilega hvaða áhrif þetta hefur. Þannig að þetta eru endurskoðunarstaðlarnir sem að krefjast þessa. Nú þarna sjáum við súlurit sem sýnir hagnað áframhaldandi starfsemi eftir ársfjórðungum. 4 milljónir í ár, 5,4 sama í fyrra og 5,723. Síðan kemur hérna aflögð starfsemi sem er þá að mestu leyti Danmörk og að hluta til Pólland upp á 1,7 milljónir evra sem var að skila 300.000 í plús í fyrra. Þannig að hagnaður tímabilisins er 2,3 milljónir á móti 5,4 í fyrra sem er lækkun hérna 3,1 milljón evra eða 56,8%. Nú þarna sjáum við líka hagnaðinn eftir ársfjórðungum. Sterk litu bláu súlurnar. Nú ef við skoðum síðan fyrir hluta ársins, báða ársfjórðungana saman
og þá skoðum við aftur hérna rekstrarreikninginn. Þarna sjáum við að salan í ár 184,8, var 158,2. Salan aukast þarna 26,6 milljónir eða 16,8%. Rekstrargjöldin hækka þá líka úr 138,5 í 160,5 milljón evra, 22 milljónir, hækka 15,9%. Þau tækja eftir því að rekstrargjöldin hækka ekki alveg í takt við söluna. EBITDA fyrirhluta ársins komin í 24,2 milljónir evra, var í fyrra 19,7, að aukast þarna 4,5 milljónir evra, eða 23,1%, og kemur út á halva árun sem 13,1%, samanborið 12,4% í fyrra. Og ef við skoðum aftur áhrif þessarar 510.000 sem að kostaði að kaupa Kovinor, að þá yrði aðlaga EBITDAn 24,7 milljónir evra á móti 19,7, aukningum 5,1 milljón evra eða 25,7% hækkun á EBITDu. Og EBITDu hlutfall ársins fer þá úr 12,4% eins og var í fyrra í 13,4% í ár. Þarna sjáum við afskriftan aftur hækka hérna úr 7 milljónum í 8 milljónir eða 1 milljón evra, og rekstrarhagnaðurinn fer í 16,2 móti 12,7 í fyrra, hækkun hérna 3,5 milljón evra eða 27,6%. Og þarna sjáum við fjármunatekjur og fjármagnsgjöld fyrir halva árið, var 4,4 en núna 6,1, að hækka hérna 1,7 milljón evra, og síðan þessi mikli gengismunur sem var hagstæður í fyrra upp á 1,2 milljónir evra, en núna neikvæður 2 milljónir evra. Þannig að sveiflan á milli ára eða árshelminga 3,2 milljónir evra. Þannig að hagnaður fyrir skatta 8,2, var 9,5 í fyrra. Þarna hagnaður að lækka út af þessu 1,3 milljónir evra eða 14%. Síðan kemur hérna tekjuskatturinn og síðan þá hagnaður af áframhaldandi starfsemi, því við eftir að taka hérna inn í aflagða starfsemi. 7 milljónir í ár, var 7,7 í fyrra, lækkun hérna 0,8 eða 9,8%, og síðan kemur aflagða starfsemin upp á 1,8 milljón sem að skilaði á fyrra árshelmingi í fyrra 400.000. Þannig að hagnaður ársins 5,2 milljónir á móti 8,2 í fyrra. Lækkar hérna 3 milljónir eða 36,6%. Og þarna náttúrulega stóru skýringarnar gengismunurinn og aukin vaxtagjöld. Og sjálfsögðu aflaga starfseminni. Nú, við ætlum að skoða hvernig EBITDAn hefur þróast ásamt hagnaðinum og sjóðstreyminu, og Emil Viðar hann ætlar að taka við og fara með ykkur í gegnum brýrnar sem að við höfum sett upp til þess að sýna hvernig þetta hefur þróast. Við ætlum að byrja að fara yfir EBITDA-brú félagsins, þar sem við förum frá EBITDA fyrri árshelmings í fyrra í EBITDA þessa árs, fyrra helmings þessa árs, og svo í aðlaga EBITDu. En EBITDA fyrri árshelmings 24 var 19,7 milljónir. Tekjurnar hafa aukist 26,6 milljónir evra. Framleiðslukostnaður hefur hækkað á móti 18,2 og rekstrakostnaður hefur aukist 3,8. Þetta gefur okkur þá EBITDA fyrir árshelmings 25 24,2 milljónir, og svo þessi einskiptiskostnaður sem Hjörtur var búinn að koma inn á, sem gjaldfærður á öðrum árshelmingi ársins eða 25 út á Kovinor, 510.000.
Aðluguð EBITDA er þá 24,7 milljónir. Hérna sjáum við hagnaðarbrúna, þar sem að við skýrum hvað að breytast frá hagnaði af fyrsta helmingi árs 24 yfir í fyrsta helming árs 25. En þá sjáum við að EBITan er aukast 4,6 milljónir. Afskriftirnar eru aukast rétt tæpa 1,1 milljón evra, einkum út af Kóinor. Fjármagnsgjöldin eru 1,6 milljón hærri heldur en þau voru í fyrra, fjármagnskostnaður og fjármagnstekjur. Gengismunurinn er neikvæður 3,1 milljón evra, var hagnaður í fyrra en er til gjalda í ár. Tekjuskatturinn, hann er minni, 571.000 heldur en hann var í fyrra og svo er áhrif af hlutdeildarfélögum hagnaður af þeim er lægri sem er 87.000. Þannig að hagnaður af áframhaldandi starfsemi á fyrri helmingi árs 25 er rétt tæpar 7 milljónir evra. Síðan kemur þarna til viðbótar áhrifin af aflögðu starfseminni sem er gjaldfærður á öðrum ársfjórðungi þessa árs upp á 1,8 milljón. Hagnaður fyrsta árshelmings 25 er þá 5,2 milljónir evra. Og hér sjáum við sjóðstreymisbrúna, þar sem við erum að fara úr sína hvað gerist á fyrsta árshelmingi í handbæru fé. En handbæra féð í upphaf árs var 41,4 milljónir evra. EBITan hún er að aukast 24,2. Á móti kemur aflaða starfsemin upp á 1,8. Síðan eru neikvæð áhrif af rekstratengdum eignum og skuldum upp á 9,4 milljónir. Og þarna munar mest stór verkefni í fiskeldi sem að svona lengri tíma verkefni. Þar sem við erum að fjármagna hluta uppbygginguna þar með ádráttarlínu. Vextir og skattar eru sjóðstreymisáhrif af þeim 8,8 milljónir og við fjárfestum fyrir 9,9 milljónir evra í varanlegum rekstrarfjármunum og hugbúnaði. Og síðan kemur inn kaup á Kóinor og þar greiddum við 21,9 milljónir evra. Á móti þessu eru bankalán tekin upp á 23,7 milljónir. Greiddur arður er 5,3 milljónir. Og síðan er gengismunur af handbæru fé er rétt tæp 700.000. Og síðan koma inn áhrifin af handbæru fé frá Kóinor þegar það er keypt. Þannig að staða handbærsfjár 37. er 31,6 milljón evra. Ég ætla að fara aðeins yfir efnahagsreikninginn líka og byrjum á eignunum í fastafjármunum. Varanlegir rekstrarfjármunir er að aukast 4,3 milljónir. Bæði er þar fjárfestingar félagsins og svo kemur Kóinor inn í samstæðana einnig. Óefnislegar eignir eru að hækka 17,1 milljón. Þar munar, þetta er einkum viðskiptavild út af kaupunum á Kóinor. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum er að hækka 0,1 milljón evra. Fjárfestingaeignir eru að lækka 500.000 og skuldabréf og langtímakröfur eru að lækka 500.000 evrur. Og tekjuskattsinneignin er að aukast 100.000 evrur. Hækkun á fastafjármunum upp á 20,6 milljónir evra. Síðan eru það veltufjármunir og þá eru byrðir, þær eru að hækka 12,7 milljónir, fara úr 126,7 milljónum í 139,5. Þarna kemur Kóinor inn, skýrir cirka þriðjung af hækkunni, en annað bæði þessi stóru verkefni tengdu fiskeldinu og svo svona ákveðið seasonality í rekstrinu hjá okkur sem veldur því að staðan á byrðunum er hærri. Viðskiptakröfur eru að hækka 5,4 milljónir og handbæra féð er að lækka 9,8.
Þannig að sjáu þið sér línu, eignir vegna aflaðra starfsemi, en hérna færum við út þær eignir sem verða síðan, sem eru eyrnamerktar til sölu út af aflöðu starfseminni. Þetta fasteignin einhver fasteignin í Póllandi. Og við færum hana á bókvöruverði eða áætluðu söluverði, hvort sem lægra reynist, og þetta bókvöruverðið. Veltufjármunir eru samtals 244,3 milljónir, voru 234,8 og að hækka 9,5 milljónir og heildareignir að hækka 30,1 milljón. Voru 509,5 milljón, eru núna 539,6 milljónir. Þá það skuldirnar, langtímaskuldir. Langtímaskuldir að hækka 12,9% hjá okkur. Hér einkum að ræða áhrifin af, eða Kóinor kemur inn. Kóinor var með 10 milljónir evra cirka í skuldir þegar við kaupum þá. Af því voru ykkur 6 milljónir í langtímakaflanum. Og síðan þetta fjármögnun á Kóinor. Tekjuskattsskuldbindingin að lækka 500.000 á fyrstu 6 mánuðunum og langtímaskuldir 148 milljónir voru 135,5 að aukast 12,5 milljónir. Skammtímaskuldirnar, viðskiptaskuldir, þær standa nánast í stað, lækka 300.000, ógreiddir skattar að aukast 300.000 og svo eru þessu skammtímaskuldir við lánastofnanir að aukast 21 milljón. Þetta einkum fjármögnun þarna kaup á Kóinor, en einnig fjármögnunin á birgðaaukningunni sem ekki lengur hjá byrgjónum, heldur við erum búin að taka yfir í fjármögnunum hjá okkur, þessum lengri tímaverkefnum. Þannig að aukning í skammtímaskuldum 21 milljón fara úr 100,8 í 121,7 milljón. Eigið féð að lækka 3,4 milljónir, var 273,2 milljónir, 269,9 milljónir núna. Ástæðan fyrir þessari lækkun einkum þýðingamunur á eignarhluta í dótturfélögum. Frá því að við keyptum Kóinor sem dæmi, þá hefur indverska rúbían lækkað til dagsins í dag einhver rúm 14% á móti evrunni, sem kemur þá inn í þýðingamunin hjá okkur. Einnig erum við með fyrirtæki í dollar sem að koma inn í þetta líka. Eigið fé og skuldir að aukast 30,1 milljón, eins og eignirnar fara úr 509,5 í 539,6. Og Hjörtur ætlar að fara yfir horfurnar framundan Aðeins að segja ykkur frá hvernig þetta lítur út framundan og í veiðarfærum þá verkefnisstaðan bara hreinlega ágætt miðað við þennan árstíma hjá þeim félögum innan samstæðana sem að sinna veiðarfæraframleiðslu. Við megum þó búast við samdrætti í sölu á veiðarfærum í Noregi á næstu misserum og það vegna kvótaskerðingar í Barentshafi og það nú talað nokkur sinnum áður og síðan að það viðskiptabanns á rússneskar útgerðir. Svo eins og áður hefur sagt þá gæti þessi samdráttur numið 4 til 8 milljónum á þessu ári og síðan búumst við að verði 8 til 10 milljónir evra á næsta ári í Norður Noregi. Nú til þess að mæta minnkandi sölu þá unnið hagræðingaraðgerðir hjá Murray Fishery og Vonir Refa og meðal annars hefur starfsmönnum verið fækkað samtals 19 hjá þessum fyrirtækjum með sama tíma á síðasta ári og síðan náttúrulega að skoða allt annað mögulegt til þess að lækka kostnað. Setja aðeins í samhengi að 8 til 10 milljónir evra að velta hampuðunar á þessu ári, hún verður væntanlega einhvers staðar á bilinu 340-360 milljónir. Þannig að þetta er vissulega leitt að missa þessa sölu út en þetta er ekki himinn og haf fyrir okkur
við tökum bara á því. Nú, verkefnastaðan góð í framleiðslu á nýjum fiskeldiskvíum, sérstaklega í hnútalausu næloni og afkastagetan þar, pantanir eru til staðar sem eru fram yfir áramótin og pantanir á kvíum úr póleitrinni. Þær koma hægar inn en það haustið yfirleitt mjög rólegur tími í pöntunum á nýjum kvíum því að þær eru ekki settar út fyrir á vorin. Og núverandi verkefnalistar eru svona 1 til 2 mánuðir eftir stöðum, en það bara eins og við getum búist við á þessum árstíma. En við náum að halda framleiðslunni í gangi. Nú við erum að vinna áfram að stórum fiskeldisverkefnum í Miðausturlöndum og þau verkefni að teygja sig fram á mitt næsta ár. Nú orkuverð sem hefur hrekt okkur hér áður fyrr, það búið að vera mjög stöðugt núna í 2 til 3 ár. Við erum að nota bæði töluvert af rafmagni og gasi. Þessi liðir eru í jafnvægi og hefur bara verið mjög stöðugt undanfarið. Rafmagnið, við erum með fasta samning til fram á mitt næsta sumar. Þannig að það í góðu lagi. Nú hráefnisverðin, þau hafa bara verið mjög stöðug og framboðið hefur verið gott. Nú eins og reyndi að segja ykkur eins mikið þarna frá restum eins og hægt en ég vil þarna benda ykkur á að með fréttatilkynningu sem við sendum út, þar tölur umfjöllun reksturinn og þar kannski ýmislegt hægt að lesa sem við ekki náðu að koma framfæra á þessum fundi. Þannig að ég hveti ykkur alveg endilega til þess að kíkja á þessa tilkynningu og lesa hana í gegn. Getum fara aðeins meira á dýptina í sumum atriðum þar. En við höfum ekki meira að segja en ef þið viljið spyrja þá endilega komi einhverjar spurningar og við reynum að svara bestu getu. Það hægt að senda inn spurningar á fjárfestatengsl@hampiam.is og Jón Oddur situr við tölvuna og tilbúin til þess að bera eftir spurningar sem að berast. Og hvernig það, Jón? Hefur þú fengið einhverjar spurningar? Ekki sem komið Nei. Einhverjar spurningar úr salnum? Já. Reynir þetta ég vil velta upp þessum nýju tollum Trumps á Indland, 50%. Hvaða áhrif það muni koma til að hafa á sölu frá Indlandi til Bandaríkjanna til dæmis? Já, sala Kohinoor til Bandaríkjanna hefur ekki verið mikið og það raunverulega eina sem að vera að flytja, Hampian hefur verið að flytja áður til Bandaríkjanna. Þetta eru veðarfara efni fyrir netavestað í Seattle. Þannig að ég á ekki vona að þetta hafi komið til með að hafa mikil áhrif og það eins og spurning hvað áhrif þetta hefur á gengi rúpíunar hennar í Indlandi. En ef þetta leiðir til lækkunar þá það bara því að það lækkun á kostnaði fyrir okkur innan samstæðunar. Eitthvað kom inn hjá þér, Jón? Ekki en þá. Nei. Jú, býtu. Já. Þetta inn. Það hérna póstur frá Hilmi Hlér Hannesinni. Hann, ég lesa hann bara upprætt, gætu þið sagt okkur hvað EBITDA jókst á milli ára á fjórðungnum þegar horft fram hjá áhrifum á innkomu Kohinoor og fisk? Já. Við þyrftum að leggjast í smá greiningavinnu til þess að geta sagt það. Og ef tökum til að ég skoðaði sérstaklega hvernig salan hefði þróast og tökum Kohinoor og fisk út úr dæminu, þá var sala sem sagt Hampiunar fyrir
þessi tvö félög, að á fyrri helmingi ársins var hún að aukast 2,4%. Þannig að það ekki þannig að sala fyrirtæki hafi verið að minnka og Koðunor og Fisk hafi bætta upp. Það sem sagt verið hérna innri vöxtur í tekjunum. En til þess að greina EBITDA þá þyrftum við aðeins að leggjast yfir tölurnar. Já, bara því miður ekki með þetta í kollinum, en hérna, þetta svo sem væri ekki mikið mál að nálgast þetta ef menn óska eftir því, sko. EBITDAn að aukast innan samstæðanar. Ef ég dreg Fisk og hérna Koðunor frá. En ég man ekki alveg nákvæmlega hver talan er. Það sem náttúrulega virkilega jákvætt í þessu uppgjöri, sko, það þessi veltuaukning sem við erum að sjá og hækkun á EBITDA-nni og við erum ekki búin að innleysa nefnum bara lítinn hluta af þeim hagræðingarmöguleikum sem að við náðum með kaupunum á Koðunor. Við erum bara fyrst núna að byrja að flytja til framleiðslu og lækka kostnað. Og við komum til með að sjá meira og meiri áhrif á þessu eftir sem að líður á árið og á næsta ári. Og ég myndi halda að eins og við sjáum þetta, það sem við höfum í höndunum í dag, að við ættum að vera búin að ná svona langmestu eða öllu árið 2027, þar næsta ár. Og þegar við fórum í hlutafjárútboðið sumarið 2023, að þá tölum við semst væntingar okkar fyrir vorum að tala svona 5 ára plan og þá vorum að tala að EBITDA færi í svona 16-17% og eins og ég sé þetta núna þá held ég að við getum alveg staðið við þá fyrirætlan. Síðan náttúrulega líður tíminn og það skapast fleiri tækifæri en núna erum við fangin fullt að nýta allt sem að Koðunor að gefa okkur og vinnum bara mjög öttulega að því. Kannski til þess að bæta við þetta að við höfum náttúrulega ýtt eins miklu og við getum af innkaupum og framleiðslu til Indlands á þessum fyrstu mánuðum líka, sko. Þannig að hluti af EBITDA-nu sem að vera til í Koðunor klárlega EBITDA sem að kemur af viðskiptum samstæða fyrirtækja handbyggðunar við Koðunor. Í vetur þá sjálfsagt framleitt ekki nákvæmlega tölu, sjálfsagt 80 stórar fiskeldiskvíar úr pólietilinni og höfum áður fyrir hefðum ekki getað selt þessa kvíar vegna þess að framleiðslukostnaðurinn í Evrópu bara einfaldlega of hár. Þannig en núna erum við mjög samkeppnisfærir í verðum og þetta náttúrulega bæta töluvert við söluna og bætist líka í framleiðina. Og síðan erum við að ná þarna líka fótfestu á mörkuðum sem við höfum ekki getað sinnt áður eins og til í Chile. Þar hefur Koðunor náð að selja töluvert af stífu pólietilineti inn, sérstaklega til þess að verjast ágangi sela og annarra slíka dýra semst á kvíarnar. Þannig að við erum svona að ná fótfestu þar sem mjög jákvætt og okkur svona hafði dreymt áður en getum núna að láta þetta verða að raunveruleika. Einhverjar fleiri spurningar, Jón? Nei, það ekkert. Nei, eitthvað á að vera úr salnum? Nú ef svo ekki þá bara þökkum við Emil fyrir okkur og þökkum fyrir áheyrnina. Takk fyrir.